Já, við rettum því. Yngar ekki því. Já. Já, ekkert mál, ég skal retta því. Hjá okkur? Hvað á ég að segja? Ég kann ekki að följa mig. Já, örugglega. Ég verð í bandið yfir á morgun. Ég er í beinni útsendingu. Ok. Takk. Jæja. Við erum komin að leiks. 10 sekundur búnar af seinni hálfleik. KFÍ að spila eins og idiots. Reynir að spila mjög vel. Dómarnir falla í sömu gryfju á KFÍ. Og við vonum að þetta sé eitthvað að koma núna. Reynir er með boltann. Óli, Róbert. Óli tekur þvingaskot. Hittir ekki. Fín vörn Róbert. Birgir Björn Róbert upp. Panse. Serjan. Onni örgla. Nei, hittir ekki. Birgir Björn. Frákastið. Kröftugt frákastið á honum. Óli Aron hangir í hendleiknum á honum. Og fætt enda svo villu. Birgir með boltann inn. Strákarnir ákveðnir í að sína hérna, þeir eru ekki slagir og vissu að þeir væri. Þið verður bara fyrirgefa mér, ég er hér að plana brúðkaup allt hér í beinni útsendingu. Ég var að gifta morgun dóttur mína og Einar tæknimann sem er alveg að skýta á sig hér í útsendingu. Þetta er svo leiðilegur leikur og ég er alveg sammála honum. Hryllilega leiðilegur og leiðilegur út af því að við erum bara sökkum eins og krakkarnir kalla. En Reynismennir, það er ekki tekið af þeim, þeir eru búin að spila frábærlega. Óli, Rúnar, Maggi, Atli, Svenni, alveg sem að hverja eru frábærir. Bojan. Fallega gert, svona baby hook honni. Aja, Pansi er búinn að fá viðvörun. Ég tók ekki eftir hvað hann gerði en dómarinn eitthvað aðrar en ef hann gerir þetta aftur að fara tækniviti. Óli upp, Róberti varnar, Óli. Fín vörn. Óli, 8 sekundur eftir, Birgir Björn, Óli allarlega í gegn, fer upp og hittir, fallega gert. Gott hjá Óla. Panse. Þarna er Hlínu eitthvað verið að hanga í Bojan. Það er dæmt á svo villu. KFÍ á boltann inn. Þetta var hálf neðalegt, Engi náttúrulega þarf að taka boltann. Pansi verður upp, hittir ekki, tekur sóknarvarkast sjálfur, blakar Bojan, tekur aftur boltann, virkjast hittir ekki. Og Reynismenn koma semi-hraða hér upp. Rúnar. Úps. Boltann eitthvað að þælast inn á millum hana. 10 sekundur eftir að skottklöku, Rúnar róar þetta niður. Það er skrín. Hlynur tekur skot, hittir ekki, Róbert upp. Róbert. Birgir Björn. Panse. Serjan inn í, allalega auðvitað, hittir ekki, allega gert í Serjan. Og villa. En. Já. Þarna er ég ekki sammála dómaranum heldur, en það er bara mitt álit. Ég geti séð það kannski í endursýningu seinna, en aðja, það var sama dómur. Það er því að rölla, það er búið að gert, búið að flauta. Serjan lína hittir fyrra skot honni og seinna skotið einnig, já, 54-50. Þeir byrja ágætlega, spila fínu vörn.
Eitthvað sem við voru ekki að gera í veruleik. Óli Aron upp allan völlinn. Þetta er kannski too much. Róbert, Panse, Birgir og Eitir. Hann hefur Rúnar kannski átt að vera kjur. Það var erfitt fyrir hann að gera Birgir koma æðandi, rauða hraðlestin. Og skorar. Það er bónusskot. Eða skotað ekki eins og það kallast. Og hittir honum 57-50. Já, allt annað að sjá þetta núna, þeir eru held ég að vakna. Kannski ætti leiktíminn bara að fara eftir korter í 9. Rúnar í gegn. Magga hittir ekki, Birgir Björn. Panse, nú hlaupaður á þetta. Panse allar leið gegn að sjálfsögðu. Fallega gert, 59-50. Já, þetta hefði mátt gera fyrr. Falleg frákast og minnstamannin með vellinum, Rúnar í reyni. Réttum að rétt stað. Birgir Björn, falleg hreyfing. Þetta er gaman að sjá að Birgir Björni. Með pívotlöpina. 61-52, 9 stig. Það er allt annað að sjá þetta núna í 6,5 mínútu eftir að þriðja leikluta. Og strákarnir eru farnir að spila vörn. Það er gaman að sjá það. Rúnar og skrif. Já. Panse með boltan. Kemur hérna upp miðina. Serjan. Róbert. Fallegt. Róbert. Serjan fyrst, þetta hlýtur honni. Nei, hittir ekki. Birgir Björn, frákasti. Út. Panse róar þetta stillir upp. Flott. Panse allar leið. Hendi boltanum. Óli Aron einn. Já, stundum borgar sig ekki að vera með stæla í körfu. Og færa bara beint í andlitið, Róbert í gegn og skora á mótunum. 63-52, 11 stig. Óli Aron, Róbert á mótunum. Og hann dæmir villu á Róbert. Já. Já. Sorry to say, þetta var ekki geflegt, en það er eitthvað funky í símalínunum í kvöld hér. Mér skilst að það heyrist allt sem ég segi tvisvar og ég veit að það er rosalega gaman að hlusta mig, en það er kannski einu móð að heyra allt sem ég segi tvisvar. En. Leikurinn. Er að byrja aftur. Ég var orðinn hálfvitlaus hérna. Hundleiður leikur. Og við erum alveg hundlegir hérna í útsendingunni. Og Rúnar næstu því, Birgir Björn rífur boltan af þangað. Þetta líka með að sjá. Panse upp, allar leið, gerir það og skorar. Og það er dæmdi villa. Já. Þeir fara alveg hamförum í villunum hérna dómarinn í kvöld. 5, 7, 9, 11, 14, 17, 21. Það komin einhverjar 30 og eitthvað villur. Og það er dæmt sóknarvilla á Bigga. Þetta var hárrétt.
Þarna var Birgir Björn aðeins stofrekur, vildi fá sitt space, hendi manninu sínu frá sér og fekk réttilega dæmdu villu. Komið 4. Birgir búinn að vera mjög fínn í kvöld, mjög góður. Óli Rúnar Atlaði gegn, hætti við, kom boltanum á Atla sem hittir ekki, hraður hlaup, Birgir Björn og fallega gert. Svona bara og einfalt, bara að setja boltan honni í körfuna, það er mjög einfalt. Atli Aron, róar þetta niður, fyrir út. Ætlar í gegn, fer í gegn, ætlar í gegn, hætti við og skorar. Já. Panse, skref. Panse! (67:54), 13 stig. Mun meira lífi í strákum í KFÍ í seinni hálfleik. Reynismenn er búin að skora 6 stig á 6 mínútum. Þetta er eitthvað aðeins eðlilega heldur en var í fyrri hálfleik. Það sem við vorum bara brillera. Og Meggi með frákast enn og aftur í sókninni. Panse, Riste, yfir á Serjan hendur boltan á það. Já. Og þá kemur Hjalti. Það er eins gott, pappans er inn á svölunum. Það er eins gott að standi sér strák á ylinn núna, annars væri hann ekki að negla, hann er að negla í 3 ár. Sjáðu hann í jafn myndalegur á faðir sinn. Og Pansi stílir boltanum. Fer Allari. Það var fallega gert. Svona á að spila. Það er mikið að þeir vöknuðu drenginir. Skrautlega tölur er 69:54 og það ljómar allt stigatalan ljómar öll að villum og öllu og það er villa. Hjalti að maður jealous, hann var svo eini sem var ekki komið villu þarna næstu í. Ha? Aja. Segi ekki orð. Ég segi þetta fullt orðum. Ég er alltaf að hóta að segja ekki orð en ég geri það alltaf. Við komum hér upp, Pansi með boltan. Róbert og Óla, Róbert fram hjá honum og það er ekkert annað villu þetta, Arnur Róbert. Aja, klárar þetta. Æjæjæjæj. Komið í tómtjón, Óli Aron á móti öllum og gefur á Magga. Það er enginn að gæta hans. Maggi búinn að spila hérna alveg frábælega í kvöld. 71:59, 12 stig. Og þar kemur fallegasta konan í húsinu, Marstykki handa okkur. Helena, vinkona okkar. Skref, alveg á rétt. Ég var bara namnið á útsönginu. Við erum mjög rólegir. Þetta er svo mikið fókbóldagur eitthvað. Casual Friday. Ef ég vissi ekki betur, þá myndi ég segja að það verið föstudagur langi. Óli Aron spólaði sig í gegnum alla vörnina á KFÍ og skilaði þessum bolta örugglega ofan í. 10. mínúta, 61:71, KFÍ. Panse, Riste með þriggja, heitir ekki. Byrjuðu aftur í þriggja landinu. Já, einhverju auðvitað. Nei! Og Hjalti var stóðsendingu. Hjalti vildi gefa stóðsendingu. Pappans verður hamförum hér á svölunum, dansar stríðsdans.
73-61. Og það virðist mjög eiga vel við ef við erum á gólfi þá myndum við segja við dómarann að það væri butterfly. Flott, flott. Allir að taka þriggjastafa skot þegar að stjórnarnir eru í frákastofnum. Robert, Bojan yfir á Panse. Panse þrýst. Eittir ekki. Ristið ykkur frákastið. Og Maggi væti andavillu. Ok, nú ætlum ég að telja villunum hérna. Þessu eplin. Það eru 7, 9, 12, 15. 16 villur hjá Reyni. Og hjá KV eru 7, 10, 16, 19. Og það er allir að keppast við að fá villur. Það eru allir leikmenn Reynis búin að fá villu. Og 1, 3, 4, 5, 6, 7 leikmenn hjá okkur. Jæja, nú verður allt brjálað. Seko kominn inn á. Ristið með gott frákast. Panse. Seko. Fín sending. Ristið auðvitað í gegn. Og skorar. Stulli minn. Litla druslan mín í lögfræði businessunum, ertu ennþá að horfa á okkur? Við söknum þín ógurlega. Okkur leiðist. Okkur vantar einhver svona skemmtilega quotation frá manninum Fujiyama. Þú voru að koma með það. Jæja, 4. og síðustu leikluti að renna upp. Staðan er 77-61. Við erum 16 stigum yfir. Og búin að standa okkur ágætlega í þessum þriðja leiklutum, fengum okkur 13 stig sem er svona á að vera eðlilegt. En ég endurteka, þó þið vilja ekki heyra aftur að sængirringarnir eru búin að standa sig frábærlega. Óli Aron, Reynir, Maggi, Svenni, Atli og Hlynur. Bara kútos fyrir þá. Já. Stulli hafði þann lúksus að geta lagt sig fyrir hálftíma, hann er að koma aftur til leiks. Við getum ekki gert það, við erum á háum launum hér í útsendingum. Við erum kostaðir af fjölmörgum aðilum, svo sem Sparisjóð Vestfirðinga og Hamraborg, Office One og Vífilfelli og fleiru sóma fyrirtækjum sem að sjá okkur fyrir fatnaði, skófatnaði og öllum fatnaði, regnfatnaði. Og við erum hér með kók, við erum að drekka kók hér í beinni útsendingu. Það var ekki til T2, þannig að kókið sitt, við ætlum að sýna ykkur hér flöskuna, sjáu þið, þetta er drykkurinn í dag og þetta er nammi í dag. Ég má ekki við þessu en ég ætla nú samt að leyfa mér þetta. Ég er að fara að gefa frá mér dóttur mín á morgun og ég er orðinn stressaður yfir því að tæknimannsfíflið sem er hér er að taka hana frá mér. Og með þetta saman þá hringir síminn. Jæja. Í KF-liðinu þá eru 1, 2, 3, 4, 5, 6 leikmenn komið með 3 villur
Og fallið þriggjastiga karfa í andlitið á KFÍ frá Atla. Staðan er 77-64 og það eru 9:20 eftir að leiknum. Panse, Hjalti, falleg sending. Ég skil ekki hvernig Reynismenn þora að brjóta Hjalta, mammas og pappi eru hér og all fjölskyldan. Það er ekkert gott að lenda í þessu klani eftir leik. En þeir gera það viljavert, drengurinn hálf laminn hér, fer á vítalínuna. Og hann hittir loksins drengurinn, hann fær að borða á morgun. Og seinna onni, sjáu þið drenginn, hann ljómar af gleði, hann hleypur hér og svo hind í grasi. Og Reynismenn komið upp, það er Rúnar, Óli Aron. Óli að stilla upp liðinu, Hlynur, Óli ætla fram í öllum, hann plataði ekki svo glatt. Hvað er þetta maður? Þetta var bara smámunur. Seko hendi sér út, stangan á villi. Þarna sjáum við formannin okkar. Þessi drengur er dómara skelfir mikill. Hún er rekin út úr húsi, nagar hér neglunar. Ingo! Út í beinni! Ingo er veifandi höllum öngum. Já, við erum orðnir kátir hér, drengirnir. Við erum orðnir þreytir eftir langan dag. Við erum beinn útsendingu. Þetta var gott gerði. Hefði átt að virka. Panse fer í gegnum alla drengina og skorar. Það gleður mig að sjá Svenna er að koma inn á. Ég er ekki mjög vænt þann dreng. Svenni hjá Sandgerði. Óli kemur inn boltan. Rúnar. Óli. Hlynur á móti Hjalta. Óli. Úps, missi boltan. Svenni skot. Hittur ekki. Og Hlynur hangir í stöð. Þar með Hlynur kom með þriðju villina sína. Það voru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 leikmenn kom með 3 villur eða meira. Og hefst á lesturinn. Panse kemur upp. Riste. Seko á Panse auðvitað og þetta eru lítrur þýstur, já. Panse með þýst, 84-64, nú fyrir aðeins að dragast á milli liðanna en ekki er Atli alveg tilbúin að samþykkja það, setur þrýst upp í nasetunar á KFÍ-mönnum. Seko, Panse. Ég held að Panse ætla að fara að gefa Magga boltan sem stendur á hliðlínu að reyna að koma inn á. Nei. Róbert alla leið og skorar fallegt. Róbert neglar hún í 86, 67, 19 stig. Óli. Rúnar í þriggja skot. Já. Rúnar er betur en enginn. Róbert. Seko, Hjalti. Róbert allir. 3 sekundur. Já, þetta er alveg rétt dómur. Þetta var nægur tími fyrir góðan og annan útilegumann að setja upp tjald og byrja að elda. Stulli vinnur okkar alltaf að senda okkur orðsendingar, hann á að vera að lesa, við erum lögfræðir Reykjavík, believe it or not. Næst þegar ég hitti Sturla þá er það í dómsal Hæstaréttar. Kom með súpumann, sjal og skonna húfu. Óli, móti Róbert, fallegt, gott skot í honum. Panse, Hjalti. Panse og Panse. Bojan í þrist. Hittur ekki.
henda yfir háhísið. Ekki alveg fallega gert hjá þeim. Það er hægt að dæma svona bull, maður! Á ekki orð! Ég get svo svarið. Þvílíkt og annað eins, maður. Rúnar, Hlynurinn. Flotjálinn, 86-74, 12 stig. Ristef, Hjalti, Bojan, Pansi í 3 stiga, hittir, Pansi má skjóta hann listir núna, hann er búinn að hitta alveg frábælega í kvöld. 89-74, 15 stig, 5:40 eftir, Rúnar fyrir upp, ævintýralega tilraun, Bojan með langa sendingu, á Hjalti hittir ekki, nær frákastinu, fyrir upp, Pansi. Pansi, Riste, Róbert auðvitað fyrir hann inn. Og það er villu Hlynur. Nú, 2 skot. Róbert hefur verið talinn í skoti. Hittur úr fyrra. Seinna skotið. Geigar, 90-74, 16 stig, 5:14 eftir. Ólar Aron, Rúnar. Ristið tekur frákastið, Hjalti. Kost inn í sendinguna. Pansi. Hjalti, 3. Hittir ekki. Óöppinn. Fallega gert Magga. Staðan er 90-76 þegar að Tóki kemur inn á. Róbert í 3. Bonni. 93-76. Fallega 3 Rópa. Rúnar kemur upp. Hlynur og Rúnar 1 og Valdar upp á móti turninum. Nei. Þeir þurfi ekki hann að bara þykist að skjóta þá dæmaði villu. Það er alveg sem að hvort komið nálægt þeim eða ekki. Þetta er alveg fáránlegt, maður. Þetta er döpur dómgæsla. Mér er alveg sem átti að vera ávitaði fyrir að segja. Þá eru þeir alveg jafnlélegir og KFÍ búið að vera 80% af leiknum. Hún dæma allt of mikið af villum í þessu leik. Í staðinn fyrir að leyfa þessu strákum bara að spila pínu lítið. Staðan er 93-76. Þegar að bráðmyndalögum að birtist í mynd. Ég vil líka beina sjónum ykkar að pappans Hjalta. Maggi út í beinni. Sjáu þennan dreng hérna. Þetta er ofursmiður. Jæja, 93-76, rúma 4 mínútur eftir leiknum. Nú er að klára þetta.
Þeir sýndum allt of mikið vanmætti fyrir áleik, spiluðu eins og gúrkur og hleyptuðu inn í leikinn. Þeir skoruðu 48 stig fyrir áleik sem alveg fáránlegt. Ekki það ég sé að segja þeir og ég átt að skilja, þeir eru búin að spila frábærlega í leiknum, vinstrákarnir. Fáliðaðir vegna þess að mikið af mannskapnum hjá þeim er í prófum, komast ekki inn á leik. Bojan, Robert, Panse þrýst og hittir ekki. Þetta var fallgerði. 93-78, 15 stig. Óli, Rúnar í þrýst. Hittir ekki. Bojan, blakar honum að Panse, fyrir löpinn á honum, Óli nær honum og Maggi skorar. Já, þetta var smá öfni hérna. 13 stig. Cutting it close. Robert. Falleg sending á Panse. Skilur honum í. Hvaða bull þetta maður? Strákar mínir, komið maður. Jesus Christ. Það ekki búið að vara manni við þessu. Við töluðum Panse á hann. Gerið greinarmun á númerónum. Ég get svo svarið. Jæja, Óli Aron snýr sér fallega í gegn og skorar. 11 stöðmunur, 95-84. Óli næstu búinn að komast inn í sendinguna. Bojan, auðvitað. 97-84. Bojan með fallega kurvu. Rúnar upp, hinum einn, alla leið. Næstu sendur hann á Robert. Robert er upp. Og Bojan missir út á. Æjæjæjæj. Það er 30 eftir, 97-84, 13 stiga munur. Óli Aron. Atli. Hittir ekki. Maggi tekur enni sóknarfrákasti. Nú er að vari á risti. Það er aftur upp. Hittir ekki. Það er aftur upp. Jæja. Og þá er Maggi floginn út af fyrir Reyni. Búinn að spila mjög vel í þessum leik. Taka fullt af sóknarfrákastum, stóð sig mjög vel. Útilokaður frá þáttöku í þessum leik. Þar er hann komið 5 villur eins og Birgir Björn hjá KFÍ. Panse, Róbert, Þórir upp. Hittir ekki. Það dæmir að vilja hlýn, ég get svo svarið. Þeir eru bara í tómu tjóni maður, báðum meginn og ellinum dómararnir. Þeir megi ekki gera nokkuð skapaðan hlut. Og þar með eru bara 4 reynismennir. Já, hvað á maður að segja? Þetta er jafn skelfileg frammistaða hjá dómurum eins og þetta búið að vera bara allan leikinn. Þetta er ótrúlegu leikur. 98-84, segi ég og skrifa, og taflan hún glóir undan álagi.
Risti setur bæði honi 99-84 þegar að Bossi tekur tíma. Það eru 2 mínútur og 6 sekúndur eftir að leiknum og Reynis eru 4 inn á. Já. Já. Þetta bara enn eitt ævintýri hér. Allir reknir aftur inn á völlinn. Óli Aron móti Pansi Rúnar. Pansi stilur boltan á honum. Róbert eru upp og setur honum í fallegt. 101-84. Óli Aron það spólir sig gegnum alla. Gjör Svennu upp. Pansi stilur boltanum. Þórir og Þórir skorar. Já. Fyrir mann nú rotan steinrota. 103-84. Ég dáist að baráttunni á Reynistrákunum. Þeir eru 4 eftir inn á. Þeir eru samt að gefa sig alla í þetta og miklu meira. Rúnar leita manni. Hér á Svenna. Óli Aron bóla sér inn í. Ætlaði stóð mikið. Og þetta er illa svona. Svenni kom með 4 villur. Það er og 1-8 eftir, það er kannski verið bara 3. Ingo formaður, hann er að fara að bjóðslisvera með þeim, hann er í bláum búning. Já. Fólk er að standa sig ágætlega hérna. Þá er bara að klára þetta. 1-8 eftir. Tæknimaður í dag, Jakob Einar Ólafsson, er að fara að gifta svo morgun kl. 5 í Ísafjarðarkirkju. Ég, Gauði Þorsteins, er að fara að gefa honum dóttur mína. Hún að skrifa undir einhverja pappíra og það eru víst löglegt og allt fest á morgun. Við erum búin að handsala svona skuldabréf. Það er ekkert gefið hér á Ísafirði. Einar er búin að skuldbinda sig að gera við allar tölvurnar mínar for life. Bara að ég vita það, ég er búin að segja þetta hér opinberlega og það verður þið að muna það með mér. Haust er á línni, setti fyrir ánið og setna er einnig. Þannig 105-84. Nei, og Hemmi koninn á litli sílungurinn. 15 ára gutti, allega gert. Og Risti setur hann í 107-84, mínútu eftir. Rúnar Reynir og Svenna og Hemmi setur marksett á leikinn. Og mamma Hermanns er á svölunum að deyja á stolti. Og Nonni og Leo kom inn á. Allt í einu færðist aldursmunurinn bara áratugi. 3 15 ára guttar, 10. flokk KF komnir inn á. Svenni er á íðalínni, setur fyrir honi og setna örugt, flott hjá honum. Pansi með boltan.
Já, ég hef séð allt í dag. Ég held að ég ætti að fara heim og skoða þennan disk, drengirnir, þegar þeir koma. Þeir geta bara hringt í mig þegar einhver athugasemdir, en þeir þurfa virkilega að athuga sinn gang. Svenni, það er enda sér skref. Flott vörn hjá Emma Lilla. Nonni kemur upp. Jóra Riste Leo. Hemmi. Lægir. Tekur skot, brotið á honum. Fer á línuna. Passe! Why didn't you do this earlier? Hemmi á vítalínu. Öryggið upp að það! Það setur ekki setna. Risti tekur rákasteg og það er brotið á honum. Þetta er eins og í kínverskum keilusal hér. Mönnum er feykt niður. Hægri og vinstri. Áhorfendur eru að drepast úr spenningi. Nei. Já, þið eru ekki að sjá neina vitleysu. Það eru 4 leikmenn Reynis inn á. 2 þeirra sendur í sturtu. Og möttu sami á hendi Óli boltanum út af. Nonni kemur upp. Leo. Leo veit ekki. Það er 180-86. 108-86 fyrir ekki 180-86. Óli Aron, Hemmi spilar Örn á hann, Atli, Svenni og Svenni. Já, flott og svona. Og þar með leikum úti. KÍ vinnur. Spiluðu ekki vel í leiknum, alls ekki, en þeir náðu að Bansi er að gá hvort hann sé fyririldi. Ég vil þakka Reynismönnum og öllum þeim sem voru að horfa á kærlega fyrir. Ég þakka tæknimönnunum okkar, Gaut litla, Gaujasinni og Jakobinn Úlfsinni. Helgi segir æfa vörn, æfa vítin. Já, það er alveg hárrétt hjá þér. Það var drullulegt, 20 stig þarna sem við höfum getað sett honni. En sigur, 188-8, eitthvað sem byggja á. Við kveðum frá Jakanum Ísafirði, þökkum ykkur kærlega fyrir. Verið blessuð.